Number two, hello. So, yeah, that's it.
Góðan daginn, segir nú bara. Því sjáið, ég alltaf svona að hlaupum. En ég vil byrja ykkur bara endilega velkomin. Gaman að sjá ykkur. Það byrjað að vera kalt úti og haustið alveg búin að ná okkur. En það gott að vera komin hér í hús Guðs og tilbyrja saman. Eigum að byrja með bæn svo við getum haldið áfram. Kæri himneski Faðir, takk fyrir að við erum hérna komin saman, að það fólk að horfa á netinu, það fólk á leiðinu, vertu með okkur öll, svo við getum komið hér í húsinu þínu og tilbiðja, vertu með þeir sem eru heima, að horfa hvar sem á Íslandi eða í heiminum, vertu með okkur hér, vertu með okkur í vikunni, takk fyrir að við erum hérna með góða heilsu og tilbúin að taka móti þér okkur einasta deg. Vertu með okkur restina af deginum í Jesú nafni. Amen. Já, en hvað með því að byrja með því að syngja? Hýta okkur aðeins upp. Við skulum byrja að syngja Salminn 65. Helgur, helgur, helgur. Já, við vorum einmitt að pæla í salmana í vikunni, í gær. Og við þurfum að fara að syngja salma sem við höfum ekki syngt í langan tíma. Við erum alltaf að syngja sama salma og við þurfum að vera duglegir að æfa okkur með aðra salma. Svo ef þið eru með tillögur salma, endilega láta okkur vita, svo við getum byrjað að æfa okkur. Því ég bara á erfitt með að velja, því ég þekki þau ekkert, svo kannski þekki þið það. En næsta salm sem við ætlum að syngja 64, Þú hæsti Guð. Thank
Núna skulum við standa til að lesa reikningavers sem að finna í 1. Mósebók, 1. kafla, 1. og 2. vers. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Jörðin var þá auð og tóm og myrkur gufaði yfir dýpinu og andi Guðs sveif yfir vötnum. Skulum biðja. Kæri Guð, þessa helgi erum við að fagna sköpunarhelgi og við viljum þakka þér fyrir að búa allt til, fyrir að búa allar árstíðir, öll þessu fallegu tré, vindinum og kuldanum og sólin og allt sem í kringum okkur. Takk fyrir að leyfa okkur að vera í þessari jörð og þekkja þig og geta verið nálægt þér. Við bíðum spennt þangað til að nýja jörð kemur og við fáum að vera með þér að eilífu. Við viljum biðja þig að hjálpa okkur að ná til flestra til að þeir geti líka verið með þér. Í Jesú nafni. Amen. Skulum syngja aðeins meira. Sálminn 56. Amen. Núna ætlum við að taka upp gjafir og gjafir þessa helgi fara til Safnaðar Sjóðs. Skulum biðja. Kæri himneski Faðir, við viljum þakka þér fyrir þessar gjafir sem þú gefur okkur og eins og alltaf við vitum ekki hversu
mikið þú gefur okkur, við áttum okkur ekki að því, svo ég vil biðja þig að hjálpa okkur að líta upp og sjá í kringum okkur og sjá hversu mikið þú gerir fyrir okkur og til að geta verið þakklátt og geta deilt með öðrum. Ég vil biðja þig að hjálpa okkur líka að nýta þessar gjafir vel, að við förum vel með þær og nýtum það sem þörf á. Í Jesú nafni, amen. Já, svo ég búin að heyra nokkur börn. Vil ekki koma fram og syngja? Við getum syngt saman. Barnasálmi? Hvað segir þið það? Hversu duglegir eru að syngja, en eru tilbúin að hlusta á barnasöguna sem Gustavo eða að fara að segja ykkur? Do you have the children's story? Okay. En við getum fundið barnasög. Eru þið ekki til í það? Ég skal reyna að sjá hvort ég man eitthvað skemmtilegt. Eina saga sem ég man sköpunina. En við getum bara alltaf talað söguna sem Guð gerði. Það stærsta sagan sköpunar. Það ekki? Já, veist þú söguna? Hvernig hún var? Já, getur þú deilt það með okkur? Já, hvernig byrjaði hún? Manstu, í byrjun þá skapaði Guð himininn og jörðina. Og svo hvað gerist? Hvað kom eftir það? Getur einhver sagt okkur? Einhver fullorðinn? Það sagði Guð að það myndi vera ljós. Og það var ljós. Og það var gott. Og eftir það, hvað kom eftir það? Veit einhver? Og svo sagði Guð að það myndi vera vatn á sjónum. Og það var vatn. Og það voru fiskarnir. Og svo var allt í því. Og svo líka festi Guð himininn og fuglarnir og allt sem í því. Og svo hvað gerist? Hvað kom eftir því? Og svo var til þurrt land. Og í því voru dýrin. Og hvaða dýr uppáhalds ykkar? Fugl. Já. Uppáhalds dýrin mitt eru hundar. Ég elska hundar. Ég ætla að hafa með hund. Svo þið þurfa að hjálpa mér að finna nafn. Ég elska ekki hundar. Ekki? Það skal ég ekki koma með hundi mín í heimsæk til þín. En eftir það þá bjó Guð til okkur. Eftir að hann var búinn að búa til allt þetta fyrir okkur, svo bjó hann til okkur Adam og Evu og hann sagði þeim... Adam og Eva? Já. Hann sagði þeim að margfald, Adam og Eva í bleiku biblíunum minni. Já, og það í öllum biblíum og það ætti allir að lesa stærsta sögu mannkynsins.
Svo við þurfum að muna það og vera duglegir að muna hvað Guð gerði mikið fyrir okkur. Að skapa allt þetta svo við getum njótið hann og allt sem hann gerði með okkur. Ok, ég hef ekki betri sögu en eigum að bíðja til að klára. Kæri Guð, ég vil einu sinni enn þakka þér fyrir þessu börn sem deila með okkur. Og við viljum þakka þér fyrir að hafa skapað hverjum einasta okkar, að heimurinn væri ekki eins. Ég vil þakka þér fyrir að skapa fuglana og hundana og kissunar. Ég vil þakka þér fyrir að skapa lömbin og fjöllin og allt sem í þessum fallega heiminn og allt þessu blóm sem eru svo falleg og plöntunar og bara allt. Það bara endalaust af hlutum sem við getum nefnt sem þú hefur skapað. Takk fyrir að gefa okkur stærsta gjöf sem þig líka og að deyja fyrir okkur. Í Jesú nafni. Amen. Ok, eigum ekki vonandi næst að hafa betri sögu, ég lofa því, ég skal reyna. En núna ætlum við eldra fólkið að hlusta á sögu fyrir okkur sem hann Gustavo ætlar að segja ykkur. Dagen. Gleðilegan hvíldardag. Gleðilega hvíldardag. Happy Sabbath. Happy Sabbath. And for those who speak Portuguese and Spanish, Feliz Sábado. Feliz sábado. It's so good to be here again with you guys this morning. Svo gott að vera komið hérna með ykkur aftur. And 2 weeks ago when I found out the subject that I supposed to pray this morning, to preach Fyrir 2 vikum þegar ég fekk efni dagsins. I was so excited because Genesis is one of my favorite books ever Þá from the svo Bible. spenntur því að fyrsta Mósebók eina af mínum uppáhaldsbókum. Especially the first 3 chapters of Genesis. Sérstaklega fyrstu 3 kaflarnir. Because it tells us our origins and the creation of the earth and the universe. Þarna verður að segja frá upphafi okkar og sköpun himins og jarðar. And so I'm completely passionate about this subject. Þetta mikil ástríða hjá mér. And the Bible as a whole as Og well. bara fyrir allri biblíunni. So the title from the preach this morning, From Chaos to Rest, the Purpose of Creation. Og titill ræðunar þá frá óreiðu yfir til hvíldar og tilgangur sköpunarinnar. It's not passing? Yeah, it's okay, but now it's on. Nú þetta fara Okay. So we're going to say something about the Bible and its content. Skulum tala aðeins biblíuna og innihald hennar. The Bible is a wonderful compilation of different authors writing for different audiences. Biblían bók sem full af ritum eftir ólíka einstaklinga. Wrote in different times, in different languages, and in different styles. Hún skrifuð á ólíkum tungumálum, ólíkum tímum og ólíkan hátt. So, in the Bible we have several kinds of styles, right? We have drama. Við erum til dæmis með svona eins og væri leikrit. Do you have drama in the Bible? Leikrit A lot of drama. Eða þetta dramatíst, já. We have romance in the Bible. Erum við með einhverja ást? Do we have romance? A lot of romance as well. Mikið af ást. We have apocalyptic literature. Og við erum með bókmenntir sem tala endalókin. We have poetry, we have apocalyptic poetry, romantic poetry. We have a lot of poetry in the Bible. Og við erum með mikið af ljóðum í biblíunni. We have wisdom literature. We even have like comedy and satire in the Hebrew literature. Og við erum með visku bókmenntir og bréf og við erum jafnvel með svona eins og, ég veit ekki hvernig að segja þetta á íslensku, comedy myndi vera svona grínleikur Já.
í hebreska textanum. Já. Yeah. So, just for you to get a picture, in the biblical Hebrew, Til þess að þið fáið góða mynd af þessu í hebreskunni, í biblíunni, especially from the time of Moses to David, frá Móse til Davíð sérstaklega, this Hebrew was a language with a small vocabulary compared to modern languages today. að þá var takmarkaður orðaforði miðað við það sem við erum með í dag. It is estimated that the total vocabulary used in the Old Testament ranges between 8,000 and 10,000 words only. Þannig að það orðaforðin upp á 8.000 til 10.000 orð. That's so few words to describe and to write a Bible and such complex thoughts. Þetta mjög fá orð til þess að geta lýst því sem kemur fram í biblíunni. Just to put in perspective for you guys, Bara til að sýna ykkur, the modern English and Icelandic has about 600,000 unique words today. nútíma enskan og nútíma íslenskan með 600.000 orð í orðaforðana sína. So the biblical Hebrew is less than 2% of that. Þannig að hebreskan í biblíunni bara 2% af því. And yet, it expresses profound theology, En þó getur það túlkað djúpa guðfræði, poetry, emotion, and philosophy. Bæði heimspeki og ljóð, poetry, Poetry, philosophy, emotion, and philosophy. já, og tilfinningar. Because it works through concrete imagery. What is that? Concrete Imaginary. Concrete imaginary. concrete thinking, maybe. Já, því að það vinnur í gegnum mjög svona sterka hugsun, mjög þétta hugsun. So I'm going to show you just one example of how the Hebrew authors thought and write and describe emotions and feelings and abstract thinking. Ég ætla að sýna ykkur hvernig hebreskan tjáir svona hugsun, svona flókna hugsun. And I love this example. Og mér finnst þetta dæmi svo gott. For example, the word af Til dæmis þetta orð af, literally means nose, but also means anger. sem þýðir bókstaflega nef, en þýðir samt sem áður reiði. Why? Because when someone got angry, Vegna þess að ef einhver var they reiður, would snore through their nose like, you know? að þá blés fólk í gegnum nefið. So the phrase when you see in Exodus 4:14, the anger of the Lord was kindled. Þannig að þegar við sjáum að reiði Guðs gerðist, It's literally written, the nose of the God grew hot. sem þá þýtt bókstaflega nef Guðs varð heitt. And I think that's why emojis function so well for us today, because they embody a whole concept in a single image. Já, og þess vegna getum við notað svona broskalla því að þeir túlka svo mikið bara með einni mynd. Another example, Annað dæmi, from the same root, arech yavain. og þetta frá sömu rót, arek apjægin, That means long nose, but also means patient. sem þýðir langt nef eða að vera þolinmóður. And why? Because someone with a long nose takes longer for their face or nose to heat up. Því að þeir sem með langt nef, þeir eru lengur að verða að hitna á þeim nefið. Yeah, in other words, it takes them longer to get angry. Sem að þýðir með öðrum orðum, þá tekur það lengri tíma að verða reiðir. So when we read in Exodus 34, verse 6, a God merciful and gracious, slow to anger, it literally means the Lord is long of nose. Og ef við lesum í annarri Mósebók 34:6, drottinn miskunnsamur og náðsamlegur og hann lengi að verða reiður, sem þýðir þá bókstaflega drottinn með langt nef. And that what makes the Bible even more special to me and wonderful. Og þetta gerir Biblíuna svo dásamlega fyrir mig. Is that because God inspired people, Því að Guð hann blés í brjóst fólki and they inspired by the Holy Spirit, og þeir voru fylltir af heilugum anda they wrote in their own form, og þeir skrifuðu in their own manner, á sinn eigin hátt using their own vocabulary, og notuðu sitt eigin orðaforða and the style that the author wanted to do in that particular writing.
og þeirra stíl sem var notað í þeirra sérstöku riti. So to understand that, we have to understand who wrote when we study the Bible, Við þurfum að hugsa hver skrifaði Biblíuna þegar við erum að rannsaka hana, to whom they wrote, hverjum var verið að skrifa, the purpose they wrote, af hverju þeir voru að skrifa and which style they wrote. og á hvaða hátt voru þeir að skrifa. And the style in which the person wrote and other factors are so important to us to understand the message that's being transmitted through the pages of the Bible. Það svo mikilvægt að skilja þetta svo að við getum skilið Biblíuna sem skrifuð í gegnum aldirnar. For us to don't make mistakes. Svo að við séum ekki að gera eitthvað mistök. And in this morning message, we are going to talk about the book of Genesis, Nú ætlum við að tala í dag frá fyrstu Mósebók. especially the first two chapters regarding the creation. Sérstaklega fyrstu tveimur bókunum sem að fjalla sköpunina. And who wrote the book of Genesis? Hver skrifaði hennar fyrstu Mósebók? Yeah, I think the people here knows that was Moses. Það var Móses, eins og þið flest vitið. Yeah, Moses writes the first 5 books of the Bible. Móses skrifaði fyrstu 5 bækur Biblíunnar. And it's really interesting to know some details of his writing. Og það mjög áhugavert að skoða smáatriði þess sem að þeir rita. When specialists analyze Moses' writing, we see very elaborate writing. Og þegar við lesum það sem að Móses ritaði þá sjáum við þetta mjög vandað. A writing with a lot of quality, Þetta mjög mikil gæði. which actually corroborates the notion that Moses, from the age of 12 until the age of 40, he was educated in the best education that existed in the time, the Egyptian palace. Og þetta segir okkur og kemur heim og saman við það að Móse frá 12 ára aldri, þar til hann verið fertur, þá var hann, hann fekk sína menntun og sína þjálfun úr höll faraóanna. In other words, Með öðrum orðum, Moses was an artist with words. Móses hann var listamaður með orð. Moses was a man who really knew how to write. Hann vissi og kunni svo vissulega hvernig ætti að rita. He knew how to express himself. Hann kunni að tjá sig He knew how to use the words in the right way, in the right context. og hann kunni að nota orðið sín á réttan hátt og í réttu samhengi. Moses was full awareness what he was doing when he wrote Genesis. Hann vissi nákvæmlega hvað hann var að gera þegar hann skrifaði fyrstu Mósebók. The way he wrote the words, the rhythm he used, Hvernig hann skrifaði, differently, for example, from the book of Amos. Mjög ólíkt bók Amos til dæmis. If you go to the pages of the book of Amos and analyze the Hebrew used there, Ef við förum í bók Amosar og skoðum hebreiskuna þar, it's a much simpler Hebrew with fewer nouns, less textual richness in writing. þetta mjög mun einfaldari bók og með einfaldari setningum. And why? Af hverju ætli það sé? Because Amos was a cattle breeder. He took care of livestock. Vegna þess að Amos, hann var með kúabú. He was a man of the countryside, a simpler man. Hann var, lifði einfaldara lífi og bjó í sveit. Certainly less educated than Moses was educated in the Egyptian court. Og hann var með minni menntun en Móse, þar sem Móse var menntaður í höll faraós. And this makes the whole difference when we study the Bible, and when we study the Bible, the books especially. Og það skiptir öllu máli að gera sér grein fyrir þessu, sérstaklega þegar við erum að rannsaka Biblíuna. The writing style, the words they use, that means a lot. Stíllinn og hvernig orðin eru notuð, þetta skiptir öllu máli. But for us to begin to scratch the surface of Moses intended when writing Genesis 1 and 2, En þegar við erum að fara aðeins rétt á yfirborðið af því sem að Móse var að skrifa í fyrstu og öðrum kafla fyrstu Mósebókar, we need to ask ourselves, þá þurfum við að spyrja okkur einu. when did he write Genesis? For whom did he write Genesis? And why did he write Genesis? Hvenær skrifaði hann fyrstu Mósebók og hverjum var hann að skrifa og af hverju var hann að skrifa? Ellen White writes in Patriarchs and Prophets, as the years passed, Moses took his flocks to places far away from other people. There Moses thought about how his people were slaves in Egypt. Here, under the inspiration of the Holy Spirit, he wrote the book of Genesis.
Þegar að árin liðu var Móses að fara með fjárhópinn sinn á staði þar sem var mjög langt frá öðru fólki. Og þar hugsaði Móses fólki sitt sem var sem þrælar í Egyptalandi. Og hér, þar sem að heilagur andi blés honum í brjóst, þá skrifaði hann fyrstu Mósebók. And another quote, the object of God's giving Genesis just then was that people might be prepared for the work which he had to do by them for all the world. The work by which he would prepare them for the work which he was to do by them. Ástæðan fyrir því að Guð var að gefa fyrstu Mósebók akkurat þá, það var svo að fólki gæti verið undirbúið fyrir þá starf sem að hann var búinn að undirbúa fyrir þau og fyrir allan heiminn. Og þessi vinna sem hann var að undirbúa fyrir þau til að vinna, sem hann sjálfur var að fara að gera í gegnum þau. So, because Moses meditated on the condition of the people, was slavery in Egypt, and God's promises to them, because there was A need to record history of creation, B, where they came from, and C, the promises for the people of Israel, not only as a story of creation and origins, but mainly to form identity, hope, and understanding of who they were and where they were going. Og út af því að Móses var að velta þessu fyrir sig hvað fólki hans í Egyptalandi sem þrælar, hvernig þau höfðu það og þessu lofur sem að Guð var búinn að gefa þeim. Og vegna þess að það var númer A, þörf fyrir að rita niður sögu sköpunarinnar, B, þau þurftu að vita hvaðan þau komu og loforðin sem að Ísraelsmenn þurftu að halda, ekki bara sem sögu sköpunar og upphafs, heldur til þess að þau hafi sérstakt svona sjálfsskilning, eða þar að segja þau sem þjóð hefðu það að þau fyndu fyrir að þau væru þarna með einhvers konar, ég veit ekki hvernig að útskýra identity, eitthvað með þýðing á því orði, von og skilning á því hver þau væru og hvert þau væru að fara. So, according to Ellen White, Genesis was written by Moses during the period when he was away from Egypt, taking care of sheep in the desert. Þannig að Ellen White segir okkur að Móses hafi skrifað fyrstu Mósebók þegar hann var langt í burtu frá Egyptalandi að passa kindur. And why? Af hverju? He had a goal in mind when he began to write Genesis, to show the people of Israel who they were and where they came from. Hann var með eitthvað svona markmið í huga og hann vildi að þau vissu hvaðan þau væru að koma og hvert þau væru að fara. Inspired by God, he wrote from the creation of the world to the arrival and establishment of Jacob's sons in Egypt. Guð var með þetta í huga að þau myndu, can you repeat that? Inspired by God, he wrote the creation of the world to the arrival and establishment of Jacob's sons in Egypt. Já, hann var innblásinn af Guði að skrifa það þegar þau voru að fara út úr Egyptalandi og fara svo inn í fyrirheitnarlandi. And right away we notice the creation was not the focus of Genesis. Og sköpunin var kannski ekki það sem var verið að einblína á. Sköpunin sjálf heldur. We don't need much to understand that. Excuse me? We don't need much to understand that the creation was not the focus of Genesis. Já, við þurfum ekki að fara langt til að sjá það að sköpunin var ekki endilega loka punktur ástæðunar fyrir því okkur þetta var skrifað. If we take the 100% of Genesis, it's 50 chapters. Ef við sjáum alla fyrstu Mósebók, þetta eru 50 kaplar. Only 4% speaks about the creation of the world. Og aðeins 4% tala sköpunina. 20% is about the fall, Cain and Abel, Noah and the flood, and Tower of Babel. 20% tala syndafallið, Kain og Abel, Nóa og Nóaflóðið og Babelturnin.
And 76% of the entire book of Genesis is about Abraham and his family and the promises and the covenant. Og svo 76% fjalla Abraham og fjölskylduna hans og þessi loforð og þetta heit sem að þeir gera, Abraham og Guð. So the purpose of writing Genesis Nú, ástæðan fyrir því þá að skrifa fyrstu Mósebók, what show the people of Israel who were slaves in Egypt back then. sem að var rita fyrir Ísraelsmenn sem voru þá á þeim tíma þrælar í Egyptalandi, That their place was not in Egypt. að það var verið að segja þá að þeirra staður væri ekki í Egyptaland, That their place was in the land of Canaan, að þeirra staður væri Kanansland, which had been promised long before, 400 years earlier to Abraham. sem var búið að lofa Abrahami 400 ára síðan. Let's open the Bibles and so in our text of this morning. Genesis 1, verses 1 and 2. Förum í fyrstu Mósebók 1-2. Fyrstu Mósebók, fyrsti kapli, vers 1-2. I'm going to read it here. In the beginning, God created the heavens and the earth was formless and empty. And the darkness covered the deep waters, and the Spirit of God was hovering over the surface of the waters. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Jörðin var þá auð og tóm og myrkur grúfði yfir djúpinu og andi Guðs sveif yfir vötnunum. Guð sagði, já, það er komið. Yep. So, now let's deep dive on some words that I highlighted in this first two verses. Nú skulum við fara aðeins dýpra í orð sem að ég setti í gult hérna áðan. In the verse 1 and 2 said that the earth was like void and formless and empty. Jörðin var þá auð og tóm. And the Hebrew word used for formless and empty is tohu ba bohu. Og þeir í hebreskunni nota þessi orð tohu va bohu. That means desert-like, infertile, without a purpose or function. Þetta þýðir fyrir þeim eins og, can you maybe split the sentence in two? Yeah, it's desert-like, infertile, Eins og vera eyðimörk eða eitthvað sem að gefur ekkert af sér, without a purpose or function. engin tilgangur og virkar ekki á neitt hátt. That was the state of our planet before the creation. Þannig var jörðin okkar áður en hún var sköpuð. The same term, tohu va bohu, Og þessi orð, tohu va bohu, is the same term used by Jeremiah and Isaiah og þetta bæði notað af Jeremíu og Jesaja, when he speaks about the land during the exile of the people of Judah. þegar að tala landið þegar að fólki fór í útlegð til Babylon. So it was chaos, the absence of life, absence of meaning. Það var mikil óreiða og þar var ekkert líf og það var engin tilgangur. But God looks at this emptiness of purpose. En Guð lítur á þetta, He looks at this darkness and á says, þetta myrkur og þetta tilgangsleysi let there be light. og segir verði ljós. And with every word, every end God said, Og með hverju orði segir Guð, creation gains rhythm, creation gains purpose and function. og sköpunin gefur takt og það líka tilgangur. And I don't know if you ever notice while reading the Bible, Ég veit ekki hvort að þið tekið eftir því þegar þið að lesa Biblíuna, there's some things, some words or ideas that are constantly repeated. að sum orði bara alltaf verið að endurtaka aftur og aftur. We see certain patterns in the Bible. Við sjáum vist mynstur í Biblíunni, For example, til dæmis, the number 10. talan 10. Where do you see the number 10 in the Bible? Hvar sjáu þið töluna 10 í Biblíunni? The Ten Commandments. Boðurinn 10. What else? Hvað meira? So we see, Með hérna 10, segir eitthvað, 10 virgins, þeir segja. yes. So we see the Ten Commandments. We see the 10 plagues of Egypt. 10 plágur.
í Egyptalandi. Abraham interceding for Sodom until reach the minimum of the 10 righteous people. Og Abraham að biðja fyrir Sódómu þar til hann kemur niður að 10 virgins on the parable of the virgins, and so on. 10 meyjarnar, 10. And why is that? Af hverju það? In Hebrew biblical thought, the number 10 represents the complete minimum. Og í hebreskunni þýðir 10 algjörlega í minnsta lagi. So in other words, the number 10 represents the minimum necessary to something complete. Þetta það minnsta sem hægt að gera svo eitt sé algjörlega fullkomið. It's the minimum needed to express the totality of the idea. Þetta verið að svona segja að þetta sé það minnsta sem maður getur gert til þess að túlka fullkomleika einhvers. And how many times we find, and God said, in the creation story? Hversum oft heyrum við þetta orð, og Guð mælti? Guess? That's right, 10. 10 sinnum. 10 times across the 6 days. Í gegnum þessar 6 daga þá segir Guð þetta 10 sinnum. And not by chance. Og það ekki tilviljun. God is structuring the universe with order and intention. Guð að byggja upp alheiminn með skipulagi. Rhythm. Með takti. And what is told in Genesis 1 og það sem við sjáum í fyrsta kafla fyrsta Mósebókar is the complete minimum that we need to know about creation. Að við fáum það alveg það minnsta sem þó nóg til þess að við skiljum sköpunina. And God begins to create. Og Guð byrjar að skapa. And we see this pattern, this rhythm across the first chapter. Og við sjáum þennan takt eða þennan rytma í gegnum fyrsta kaflan. And God said, and God saw that it was good, and there was evening and there was morning. Og þarna kemur fram og Guð sagði og Guð sá að það var gott og það var kvöld og það var morgun. And when we begin to read the first chapter, we see, and God said that it was good, and there was evening and there was morning, and so on and so on and so on. Og þetta endurtekið aftur og aftur og aftur. And the rhythm starts to grow, to become intense. Og svo byrjar þessi taktur að vaksa og verða sterkari. And God said, and God saw that it was good, and there was evening, there was morning. Og Guð sagði og Guð sá að það var gott og það var kvöld og það var morgun. But when we get to the chapter 2, en svo þegar við erum komin yfir í kafla 2, when it begins to speak about the Sabbath, þegar hann byrjar að tala hvíldardaginn, the whole structure that had been used in 6 days of creation completely changes. Og þarna breytist allt frá þessum fyrsta kafla. And then, og svo a pause. Kemur hvíld. Go to Genesis 2, verses 1 to 3. Við skulum fara í fyrsta Mósebók kafla 2, vers 1. Just remember, the Bible wasn't written divided by chapters and verses. It was a whole letter. Biblían var ekki skrifið með köflum eða versum, hún var bara skrifið eins og heil bók. It says, so the creation of the heavens and the earth and everything in them was completed. On the 7th day, God had finished his work of creation, so he rested from all his work. And God blessed the 7th day and declared it holy because it was the day when he rested from all his work of creation. Þannig algjörðist himinn og jörð og öll þeirra prýði. Guð lauk á hennu 7. degi verki sínu hann hafði gjört og hvíldist hinn 7. dag. Af öllu verki sínu hann hafði gjört. Og Guð blessaði hinn 7. dag og helgaði hann því að á honum hvíldist Guð af verki sínu sem hann hafði skapað og gjört. Now we see this ceasing is also represented in Moses' writing. The rhythm changes along the Sabbath. Even the text must rest on Sabbath. Og þarna sjáum við að þessi taktur, þessi rytmi sem við sáum, hann stoppar þarna og meiri sé að textin hvílir sig. Because the Sabbath is not merely the end of the creation, it is the climax of the creation. Vegna þess að hvíldardagurinn ekki endir sköpunarinnar heldur hann hápunktur sköpunarinnar. God creates his world throughout in 6 days in space, but rest blesses and separates the 7th day in time. Guð hann skapaði heiminn á 6 dögum í einhvers konar rúmi en hvíldist og blessaði og tók til hliðar 7. daginn í tíma.
Imagine if he had blessed and set apart a specific place. Getið ímyndið ykkur ef hann hefði tekið eitthvað stað frá fyrir þetta. Imagine you having to travel from here in Iceland to the Middle East or another point of the planet every time that you wanted to worship God. Getið ímyndið ykkur ef við myndum þurfa að ferðast kannski til Mið-Austurlanda eða einhvers annar staðar á heiminum bara til að geta tilbeðið Guð. But instead of that, En í stað fyrir þetta, he separates a time, þá not a tekur hann place. frá tíma í staði fyrir að taka stað frá. Abraham Heschel was like a Jewish philosopher of the 20th century. Abraham Heschel var gyðinga heimspekingur, in what century did you say? 20. Á 20. aldinni. And he wrote a really good book that I recommend to everyone to read. It's The Sabbath. Hann skrifaði bók sem heitir The Sabbath, eða hvíldadagurinn, ég mæli með því að þið lesið hana. And he writes, the Sabbath is the presence of God in the world. Open the soul of man. God is not in things of space, but in moments of time. Og hann segir, hvíldadagurinn nærvera Guðs í heiminum, opinn fyrir sál mannsins. Guð ekki í hlutum í rúminu, heldur í stundum tímans. But the Sabbath En hvíldadagurinn is far from being only a day of physical rest. ekki bara líkamleg hvíld. Do you think Moses' content is just one meaning of the Sabbath? Haldið þið að Móses sé að segja það að sé bara ein tilgangur Do you think? fyrir hvíldadaginn? Bara einn hvíld? Think again. Hugsiði aftur. He connects the Sabbath Hann tengir hvíldadaginn with two different events. við tvennt ólíkt sem gerðist, The creation sköpunina in Exodus 20 í annarri Mósebók 20. kafla and in the liberation of Egypt in Deuteronomy 5. og við það að Ísraelsmenn voru frelsaðir frá Egyptalandi og það kemur í 5. Mósebók. So take note, Sabbath is connected with creation and deliverance. Þannig að hvíldadagurinn tengist bæði sköpuninni og frelsuninni. But to increase even more the complexity, En til þess að gera þetta ennþá flóknara, sophistication and the meaning of the Sabbath, hvað hvíldadagurinn þýðir, Moses doesn't stop there. þá heldur Mósi áfram. He uses two different words for Sabbath. Hann notar tvö ólík orð fyrir hvíldadaginn. In Genesis 2, he used the word Shabbat. Og í annarri Mósebók notar hann orðið Shabbat. That means rest, pause, cessation. Það þýðir hvíld, það að taka sér pásu, hætta einhverju. In another Og í öðru word tilfelli, for Sabbath, it's Nuach, which is found in Exodus 20 in the Ten Commandments. og þarna notar hann orðið Núa sem notað í boðorðinu 10 í annarri Mósebók 20. kafla. And what it means, the word Nuach? Hvað þýðir þetta orð, Núa? It's royalty rest, dwelling, settling on the throne. Og það þýðir konungleg hvíld, það að dvelja eða að setjast á hásæti. This is the act of a king sitting on his throne to begin to reign. Og þetta eins og þegar konungur sest í hásæti sitt þegar hann hefur konungdóm sinn. So God reminds us that the Sabbath is not simply stopping work, Þannig að hvíldadagurinn segja ykkur að ekki bara að hætta að vinna, but a recognition of God as our king. heldur kannast við Guð okkar sem okkar konung. When God rests from Yeah. creation, Þegar Guð hvílir sig frá sköpunarverki sínu, he sits to reign. þá sest hann niður til þess að vera konungur. He creates men and women in his image, not to be gods, but his stewards. Og hann skapar fólk í sinni ímynd ekki til þess að vera guðir heldur að vera ráðsmenn hans. The verb that he used to rule and to subdue Orðið sem notað til þess að stjórna og gera undirgefið, refers to acts of kingship, það að tala þar konungdóm. not meaningless exploitation or domination by force. Og það ekki verið að tala eitthvað sem að fara að þvinga fólk og stjórna því
með heraga. And the man, the humanity, is invited to imitate God. Og mönnunum boðið að vera eins og Guð. To work, to protect, and to govern with wisdom and justice. Vinna og vernda og sína réttlæti, hegða sér í réttlæti. It is as if God were saying to us, Það eins og Guð var að segja okkur, I am king, ég kóngurinn, but you are royalty too. en þið eru líka konungleg fjölskylda. But so that you do not forget who I am, En svo þið gleymið ekki hver ég and that I am in charge, og ég svo sem að stjórna hér, I will mark a time. þá mun ég setja til hliðar tíma. During 6 days, I will let you take care of everything. Á 6 dögum mun ég leyfa ykkur að taka, bara sjá alla hluti. But on the 7th, I'll take care of you. En á 7. deginu þá mun ég sjá ykkur. So the Sabbath is to celebrate creation, but also to celebrate deliverance. It's for physical rest, but also, and more importantly, it's to bow in reverence before the King of Kings. It's when we stop doing everything by ourselves and entering the order and purpose of the Creator. Þannig að hvíldardagurinn til þess að fagna sköpuninni en einnig til að fagna frelsuninni. Þetta fyrir líkamlega hvíld en einnig og mikilvægra að beygja okkur í lotningu frammi fyrir konungi konungana. Þetta þegar við hættum að gera allt í okkar, bara við sjálf sem að gera allt og komum inn á stað þar sem að skaparinn ræður og þar sem hans tilgangur Another thing in Genesis 2. Og í fyrstu Mósebók öðrum kafla 17. versi kemur If we go to Genesis 2 verse 17, skulum fara í 17. versið. it represents the tree of knowledge of good and evil. Og þar við að tala skilningstré góðs og ills. And Genesis 2:17 says, "Accept the tree of the knowledge of good and evil. If you eat this fruit, you are sure to die." Og þar segir að en af skilningstrénu góðs og ills mátt þú ekki eta, því að jafn skjótt og þú etur af því skalt þú vissulega deyja. So, if the Sabbath marks time, Þannig að ef hvíldardagurinn tekur frá tíma, the tree marks space. að þá ákveður tréð rúmið. One imposes a limit in time regarding rest and reverence, and the other, a limit in space regarding responsibility and a covenant. Og eitt atriðið kemur með takmörk í tíma sem hefur með bæði hvíld og lotningu að gera og hitt atriðið að koma með rúm sem afmarkað og þetta hefur með það að gera við séum ábyrg og þessi, hvernig segir maður aftur, Elís, veist þú það, covenant? Já, og með sáttmála að gera. So, that gives the purpose of creation. Og þá komum við að tilgangi sköpunarinnar. Accepting gifts and blessings. Taka við gjöfum og blessunum. The life is a blessing. Lífið blessun. The whole world is a blessing. Allur heimurinn blessun. But also limits and responsibilities. En einnig það eru takmörk og við höfum líka ábyrgð. Work and kingship, time and space, relationship with God and with creation, a purpose that does not end with us, but it flows to the others. Vinna og konungdómur, tími og rúm, samband við Guð og við sköpunina og tilgangur sem að endar ekki hjá okkur heldur flæðir yfir til annara líka. You know, many people try to read Genesis 1 and 2 as they were a manual of ancient cosmology. Sumir lesa fyrst og annar kafla í fyrstu Mósebók eins og þetta væri svona leiðbeiningabæklingur í gamalli ég veit ekki hvernig cosmology þetta Or astronomy. Já, svona í stjarnfræði. But God was not concerned with explaining the mechanisms of creation. En Guð var ekki að hafa ágjör af því að útskýra hvernig þetta allt virkaði.
but rather its meaning. heldur hver tilgangurinn er. In other words, Með öðrum orðum, we can use Genesis to speak of our belief in creationism in six literal days. við getum notað þessa sköpunarsögu, sagt að við trúum á sköpun á 6 dögum Yes, to explain the validity and the relevance of the Sabbath. og við getum útskýrt af hverju hvíldardagurinn er mikilvægur. And we can use Genesis to defend that there was a universal flood. Yes, Og we við can getum use líka that. notað sköpunarsöguna til að segja að það átti sér stað flóð. And what we cannot do is use Genesis as a science book. En við getum ekki notað fyrstu Mósebók eins og vísindarit A science book to try to win arguments. til að vinna einhverja rökræður. It's an extremely problematic and a dangerous path. Það er mjög hættulegt og erfitt að gera það. Because the text in Genesis 1 begins with a theological statement. Því að textinn í fyrsta kaplanum byrjar á svona guðlegri yfirlýsingu. Not a scientific one. Þetta er ekki vísinda yfirlýsing. In the beginning, God created the heavens and the earth. Í upphafi skapaði Guð heiminn og jörð. This phrase does not intend to say how the universe came to being, but who is behind everything. Og þar stendur ekki hvað var á baki, heldur hver er að gera þetta. So Genesis, just like the whole Bible, cannot be seen as a science of or history or physics or astronomy book. The Bible was not written to teach us biology, math, or chemistry. Og þannig að fyrsta Mósebók, alveg eins og öll Biblían, er ekkert að horfa á hana sem einhvers konar vísindabók eða sagnfræði eða eðlisfræði eða stjörnufræði. Heldur var Biblían, já hún var ekki heldur rituð til að kenna okkur líffræði, stærðfræði eða efnafræði. So what's the purpose? Hver er þá tilgangurinn? We don't need to get out of the Bible to find out what is the purpose. Við þurfum ekki að finna það fyrir utan Biblíuna hver tilgangurinn er. The Apostle John figured out. Jóhannes apostoli, hann er búinn að finna út úr því hvað þetta var. Open your Bibles in John chapter 1 verses 1 to 4, really well-known verses. Við skulum fara í Jóhannesar Guðspjall, fyrsta kapla og vers 1 til 4. He writes in this passage, he rewrites the creation in a new perspective. Nú endurskrifar hann sköpunarsögunar en með frá öðru sjónarhorni. As Genesis 1 verse 1 says, in the beginning, John started his letter with in the beginning. Alveg eins og fyrsta Mósebók byrjar í upphafi, þá ákveður Jóhannes að skrifa líka þannig í upphafi. So let's read it. In the lesa. beginning, the Word already existed. The Word was with God, and the Word was God. He existed in the beginning with the God. God created everything through him, and nothing was created except through him. The Word gave life to everything that was created, and his life brought light to everyone. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Allir hlutir urðu fyrir hann, án hans var ekki neitt sem til er. Í honum var líf og lífið var ljós mannanna. Who he's talking about here? John. Hvernig er verið að tala hér? Who? Hvern? Jesus Christ. He's describing Jesus Christ in the beginning. Hér er verið að skýra hver Jesus er. Frá John upphafi. is saying that everything that was created by Jesus Christ before the Here- incarnation. Hér er hann Jóhannes að segja að það var allt skapað af Jesúsi í upphafi. So the purpose of everything, to understand the creation, to understand everything, Og til þess að skilja, can you repeat that? the purpose of creation, the purpose of Genesis, the beginning, is to understand that there's only one. Já, og bara tilgangurinn að skilja þessa sköpun er bara einn tilgangur. It should show us that Jesus Christ, as our Creator, our Savior, our King, and His everlasting love for us. Til að sína okkur Jésús Krist, sína okkur skapar okkar, frelsar okkar, konung okkar og hans óendanlega ást fyrir okkur. Obviously, it would be so beautiful if the story of Bible had, quote-unquote, ended in Genesis 2. Þetta væri kannski mjög fallegt og skemmtilegt ef að sagan hefði endað í fyrstu Mósebók öðrum kafla.
But we know very well that right after Genesis 2 comes Genesis 3. En við vitum vel að eftir fyrstu Mósebók annan kafla kemur þriðji kaflinn. In Genesis 3 occurs the breaking of the trust, the breaking of the limit imposed by God, and sin enters the world. Og þarna kemur syndin inn í heiminn og sáttmálinn brotinn á milli Guðs og manns. And since Genesis 3, the world has been heading back toward chaos. Og síðan í kafla 3 þá hefur heimurinn verið að fara aftur inn í óreiðuna. Back to Tohu Vabohu, that pre-creation chaos. Yfir í þessa óreiðu sem að var áður en sköpunin hófst. Sin brought this chaos into the world. Syndin kom með þessa óreiðu inn í heiminn. And from Genesis 3 to Revelation 20, Og frá þriðja kaplan við fyrstu Mósebók til 10. kaplans í Åpenbararbókinni, we see God's providence to revert this chaos, og þá sjáum við hvernig Guð að reyna að snúa þessu við. to reverse this state of abyss and confusion back to his original plan. Og til þess að snúa öllu þessu við til upprunalega áformsins. But that's a topic for another message, another sermon, in another time. En það efni fyrir einhver aðra ræðu síðan meir. May God bless you. Megi Guð blessa ykkur. May God be with us, and may we remember that speaking about creation is much more than speaking about the how. Já, og munum að þegar við erum að tala sköpun, þá það miklu meira heldur en að tala about hell. Yeah, much more than understand the how. Já, The world, já. Já, og þannig að það miklu dýpra heldur en bara vita hvernig þetta var skapað. It's understanding why. Við þurfum að skilja af hverju. Understand why we are here, Af hverju við erum hér, where we came from, hvaðan við komum, but mainly en þó aðalega, understands the hope that we have of where we are going. og skilja þessa von og hafa þessa von það hvert við erum að fara. And that one day that all of us will be eternally with Jesus Christ, Að einn daginn munum við vera með Jesú Kristi alla eilífð. our Creator, our Savior, our Redeemer, and Sá- our King. Sá sem skapari okkar, frelsari okkar og konungur okkar. And this is my desire, and this is my prayer. Amen. Þetta þrá mín og von. Amen. Já. Takk fyrir Gustavo fyrir þessa ræðu. Takk fyrir Vigdís fyrir að þýða. Og þetta eitthvað sem, já, við þurfum að muna. En skulum syngja síðasta sálm. Eigum ekki að standa og syngja og fá smá orku og smá svona hýta upp. Það að byrja að vera kalt, svo fá smá blóði að... En við ætlum að syngja sálminn nr. 70. Mikið. Thank you.
ætla að segja þetta á spænsku. Este salmo yo siempre lo cantaba en islandés. Y aunque muchas veces lo hemos cantado aquí, siempre lo terminaba cantando en islandés. Pero esta vez lo canté en español y me he dado cuenta qué maravilloso es este salmo, porque siempre lo canto en islandés o en inglés, pero tengo que aprendérmelo de memoria en español. Ég var bara að segja að þessi salmur, ég var alltaf að syngja hann á íslensku, þótt við erum búin að hafa þýðingu á spansku og ensku. Ég var samt að syngja hann á íslensku því ég lærði hann á íslensku. En ég var að læra að lesa núna hversu fallegur textin líka á spansku og ég var að segja að ég þarf að læra nótambókar líka á spansku. En nóg með það. Eigum ekki að fá blessunarorð. You wanna pray for us in the end? Gustaf. Let's pray. Við skulum biðja. Dear Heavenly Father, Kæri faðir, we are so grateful for this morning, við erum svo þakklátt þennan dag for the people that came here in the church, fyrir fólki sem hefur komið hingað í kirkju and to see how wonderful is your word, og sjá hversu dásamlegt orð þitt to understand a little bit of the Bible writing til að skilja betur ritningarnar and how you want to operate og hvernig þú vilt starfa with us með okkur and through us. og gegnum okkur. Please bless our families, Viltu blessa fjölskyldur okkar, our relatives, friends, ættingja og vini, whatever they are. hvar sem þeir eru. Forgive our sins. Vilt þú fyrirgefa okkur syndir In okkar. Jesus' name we pray. Amen. Í nafni Jesú Krist við biðjum. Amen.